blessi þig. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðarerindi Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð. Allir menn þurfa að elsku á sem aldrei bregst heim. Guð sýndu miskunn mér. Allir þrá uppgjöf synda og elsku hann sem bjargar. Já, von hans mann kær. Takk Jesús, fluttan getur fjöld, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Meilin höfundur míns hjartans, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Heilagt Jesús. Takk við mig eins og ég, öll mín brot og syndir, og endurnýja mig. Fel mér líf og fylgi, frelsarlega allt ég gef þér. Ég gefst þér einu. Helgist þér nafnbrotið. Jesús, fluttan getur fjöld, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Meilin höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöld, hann frelsa getur hvern mann, frelsa getur hvern mann. Meilin höfundur míns hjartans, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf.
synger, sigur vann hann, sigur öðrum frá. Jesus, lýsi ljós þitt, láti heiminn sjá. Við syngjum, sigur vann hann, sigur öðrum frá. Jesus, fluttan getur fjöld, hann frelsan getur hvern mann, frelsan getur hvern mann. Meili, höfundur mín sjálfs, því hann sigrar glöð, Jesus sigrar glöð. Jesus, fluttan getur fjöld, hann frelsan getur hvern mann, frelsan getur hvern mann. Meili, höfundur mín sjálfs, því hann sigrar glöð, Jesus sigrar glöð. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I have known you as a father, and I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yes, and all my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so, so good.
the goodness of God. Ef að syngja saman all my life. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Í fari þér verða mig með þinni sterku hönd. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, þjóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Í þér er hvíl. Ó Kristur minn, Jesús, trausta þig. Nú leysir kraftinn þig. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, þjóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir, þjóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Í þér er hvíl. Ó Kristur minn, traust á þig.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Sing it, son. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Syng je maar van turn your eyes. Bekvet u te lang. Leita drochtes i dag. Turn your eyes on him. His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. In the light of his glory and Það jafnast ekkert á við þig, Jesus. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul.
bara syngja saman I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. We will follow you, Jesus. And we love you, God. Takk, Jesús. Ég held ég þurfi bara smá tíma til þess að jafna mig eftir þetta. Þvílík lofgjörð. Ég var að hugsa til þess því ég þurfti á Guð að halda í dag. Ég kem með þörf í dag og það svo magna með Guð hvernig hann mætir þörfum okkar. Við þurfum ekki einu sinni að segja þær, hann bara veit og hann vissi og ég var að hugsa það þegar ég var í lofgjörni þegar hann á krossinum og hann segir það fullkomnað. Og vinir, ég veit ekki með ykkur en ég ofta að reyna að bardúsa við að fullkomna hlutina. En það bara mjög erfitt oft á tíðum að fullkomna hlutina út af því okkur ekki ætlað það. Mátturinn fullkomnast í veikleika. Máttur hans fullkomnast í okkar veikleika. Og við getum gert okkar besta og við getum verið að gera góða hluti og ekki misskilja mig, við getum verið að gera frábæra hluti. En hann búinn að vinna verkið, hann búinn að vinna stóra verkið. Og vitið það ótrúlega gott að hvíla í því að hann búinn að vinna verkið. Og það eitthvað sem þarf að heyra þetta í dag, það fullkomnað. Það engu við að bæta, það þarf ekkert að draga af, það fullkomnað. Og verkið vann hann fyrir mig og fyrir þig. Og í dag þá svo mikilvægt í staðinn fyrir að vera eitthvað að burðast og reyna og þú veist, ég ótrúlega duglega að reyna að burðast með hlutina. Það alveg vandamál hjá mér, hvað ég reyna alltaf að burðast með hlutina. En þá það þetta, að varpa allri áhyggju yfir á hann. Við ekki að burðast með hlutina. Og jafnvel þótt að maður sé góður í að burðast, samt að sleppa því. Því að það ekkert eins og að treysta Guði fyrir lífi sínu. Og ef þú ert hér í dag og þú þarft á Guð að halda, þá hann bara einum andvarpi í burtu. Hann heyrir. Hann hefur talið þín höfuðhár, hann elskar þig. Og hann ber umhyggju fyrir þér og þú ert ekki einn. Og hann búinn að segja að það fullkomnað. Ég nóg fyrir þig. Þannig í dag tökum við þessari gjöf sem hann gaf á Golgata krossi. Má ég heyra með hann? Ég vil biðja ykkur að rísa á fætur og bara teygja hendur til himins og bara þakka Guði hér í dag fyrir það sem hann gerði á Golgata, það sem hann gerði á krossinum. Drottinn, við bara þökkum þér í dag. Ég þakka þér fyrir lífið þitt, Jesús. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú fóst í dauðan fyrir okkur, Drottinn, til þess að við getum eignast líf í dag. Og ekki bara líf, heldur líf í gnægð í dag. Og Drottinn, ég bið fyrir öllum sem að heyra mína rödd, sem að þurfa á þér að halda. Ég bið að snerta og gefa nýja von, nýja styrk og nýja gleði. Og Drottinn, halleluja, nýja gleði. Og Drottinn, ég ætla ekki að burðast. Við ætlum ekki að burðast. Við ætlum að gefa þér þetta. Og Drottinn, ég bara lofa þig og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér í dag. Drottinn, ég bið að mæta þeim það sem að þeir eru. Það sem að við erum eitt og sérhvert. Og við bara lofum þig og við þökkum þér. Og við gefum þér alla dýrð. Og ég bið fyrir fórninni. Samskotunum. Allt í góðu, Gabriel minn, fyrirgefðu. Ég bið fyrir samskotunum. Og ég vil minna á þetta með aurinn. Ef þið viljið gefa frekar svona, þá ykkur velkomin að gera það með millifærslu. Annars posi frammi og bara gefum í Jesú nafni og við ætlum að fá að heyra samt ég
Santíu, hún ætlar að syngja hérna fyrir okkur. Í Jesú nafni, gjörðu svo vel. Mitt líf þitt, allt sem ég allt sem ég mín ást til þín, sé hver dag ég minnist þín, vegna þín ég syng. Vegna þín á líf, við fætur þína leið, ég allt sem ég vegna þín ég vegna þín ég allt sem í mér til eyri þér, allt sem í mér til eyri þér. Mitt líf þitt, þú verður og sannleikurinn. Ég þarfnast þín nú, Guð sál mín þráir meira þér, vegna þín ég syng. Vegna þín á líf, við fætur þína leið, ég allt sem ég vegna þín ég vegna þín ég allt sem í mér til eyri þér, vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína leið, ég allt sem ég vegna þín ég vegna þín ég allt sem í mér til eyri þér, allt sem í mér til eyri þér, allt sem í mér til eyri Sandía, þetta var geggjað. Elsku Sandía, hún náttúrulega dóttir Jóhönnu, systur, og Rúnas, þannig að hún með Pitch Perfect í blóði sínu. Amen, það komið að henni besta, það orð drottins, það predikun. Og ég svo þakklátt fyrir vin minn, hann Halldór, blessaði bróðir. Og við ætlum aftur að rísa á fætur og það við ætlum að biðja sérstaklega fyrir Halldóri þegar hann talar hér í dag. Drottin, ég bara þakka þér. Ég þakka þér fyrir heilagt orð þitt, Jesús. Ég biði drottin að þú opnir hjart okkar fyrir því sem að þú vilt gera í hjart okkar, drottin minn, og við tökum við þessu sáðkorni sem að fer í hjarta og við ætlum að næra það. Við ætlum að gefa því að borða og við ætlum að sjá það bera ríkulegan ávöxt í líf okkar. Drottin, ég bið fyrir Halldóri það sem hann talar, þegar hann mun tala, að þú gefur honum orð að mæla, Jesús. Viltu smyrja varir hans og tungu? Og við biðjum í Jesú nafni, við biðjum í Jesú nafni, í Jesú nafni. Halleluja, amen og amen.
Ég ætla að syngja predikunina. Þetta dásamlegt. Þeir eru með grúfið þessir. Halleluja. Þetta dásamlegt. Dásamleg lofgjörð. Þið eru hérna, já. Kem ég bara hingað? Þá fer ég út úr ljósinu, en ég verð að ganga í ljósinu. Já. Mér langar til þess að tala í dag. Já, áður ég segi það, áður ég fer í það. Ætlaði bara biðja ykkur hugleiði. Við vorum að koma mikið til fjallgöngu og Guðrún var með okkur og fleiri, 14 manna hópur. Og við vorum að fara yfir Ódáðahraun. Það var frá Herðubreiðarlindum og yfir hraun, þetta er mesta hraunbreiða bara, voff. Og yfir upp í Öskju og upp yfir Dyngjufjöllin og þetta var ákveð þegar veðurspáin var sem vest daginn. Svo mér kom í hug nokkru sinnum á leiðinni yfir og hugleitið aðeins eftir ég kom heim að þetta er svolítið svona eins og í lífinu. Ef þú ert bara í hennu daglega lífi, þú ert á ferðinni eitthvað, þú ert að fara frá A til B, B til C, C til D og svo ætlar að vera komin eitthvað ákveð, svo gerist eitthvað á leiðinni. Og það gerist í okkur. Það bara gerðist eitthvað á leiðinni og það kallað veður. En stormar lífsins blása nefnilega líka. Þú heldur þetta sé alltaf leið, þú ert að fara alla leið, en svo blása bara allt í einu óvæntir stormar og þú verður að staldra við og skoða, byrju, get ég haldið svona áfram, það er að gera breytingar og það er þessi þættir sem ég ætla að nefna þá núna og þú sér það hvernig getur notað í þín eigin lífi, bara í lífinu. Það er fyrst að við erum á göngu og það verður breyting. Þá þurfum við að staldra við og stoppa, við getum ekki verið eins og kjána bara og anað út í vilsuna, svo við gerum smá breytingar á dagskráni, gönguleiðinni. Kláruðum hana en gerum smá breytingar. Svo eru skálar á leiðinni. Þeir þjóna ákveðnum tilgangi. Það eru skálar í lífinu líka. Smárakirkja er eitt skáli. Það er gott að koma inn í skála. Þar er fólk, þar eru líka skálaverðir, landverðir, björgunarsveitafólk, matur. Oft góður matur. Sumir skálar er enda bara með þurrmat, en það er svo annað. Þessi var góð. Þessi var alveg ókeypis. Svo ferðu yfir og þú ert með kort. Við erum með kort og kompás og við liggjum yfir þessu og þetta er eins og leiðavísir. Þetta orðið lampi fóta minna, ljós á vegi mínum, lýsi mig hvert ég á að fara. Og svo erum við með algjört lykilatriði og það er GPS. Því það er alveg saman kom ekki myrkur. Alveg saman, þú veist alltaf hver þú ert. GPS-ið lýgur aldrei. Sem að gekk fremstur, það voru 2-3 sem gengu alltaf fremstur fyrir okkur. Annar var með GPS í úrun og ég var aftast með GPS í hjartanu. Og það lýgur ekki. Það segir hvað er búin að fara langt, hvert þú ert að fara, hvort þú ert að fara of langt, hvort þú ert að beygja. Og þú sér kannski ekki nema varla stiku í einu. Svo er þetta, stika í einu. Eina stiku í einu. Hafið ekki ágjur morgundeginu, sagði Kristur. Láttu sér hvernig deginn aðeins sína þjáningu og svo framvegis. Það er alveg fullt af leksíum í þessu. Góðum leksíum. En það er ekki það sem ég ætla að tala um. Þó ég gæti það sennilega. Það var alveg hægt að búa til eitthvað predikur um þessu. Ég ætla að tala aðeins um það sem hefur komið aðeins fram núna á samkomunni, án að fólki þar vissi nokkuð um það sem ég ætla að ræða þetta. Fyrir dálítið löngu síðan þá ræddi ég um ótta eða kærleika. Og ég náði ekki að klára allt efni þá. Þið vitið það ekki að ég náði því ekki. En ég veit það.
Nú ætla ég að reyna að klára það, þannig að ég ætla aðeins að stökkva og taka frá öðru sjónarhorni kannski þemað og enda svo á nokkrum punktum sem að ég er með, sem að ég held að geta komið okkur á gagni. En það hefur að gera með þetta sem að Sibba var meðal annars að segja á þann, að varpa áhyggjum sínum á Drottinn. Að bera ekki byrðarnar sjálfur. Þá kom að setningu sem ég man að einn maður sagði henni svona, þetta er bara skrítasta setning sem ég séð í Biblíunni, sagði. Ég skil ekki þessa setningu. Nú, segi ég. Já, það stendur bara að Jesús segði, takið á yfir mitt ok og lærið af mér. Á hvað að taka lærið af honum? Takið á yfir mitt ok og lærið af mér. Ég næs ekki, sagði hann. Blessaði maðurinn, var nokkuð furða. Mér áttu náttúrulega að læra af honum. En það er þetta takið á yfir mitt ok. Mitt ok. Og mér langar aðeins að fjalla þennan kærleika, vitið það, einu stærstu filterar eða síur í líf okkar eru ótti og kærleikur. Ótti eða kærleikur. Allt sem gerist í líf okkar, við síum það þegar það kemur til okkar. Það fer gegnum ákveðna síu og húðin er stærsta líffæri okkar, kærleikur og ótti eru eina stærstu síurnar í líf okkar. Dæmi. Þegar þú heyrðir fyrst alvarlega COVID, hvað dattir í hug? Fórst í ótta? Kemur svaka, þú bregst í því ótta, þú búin að sía þessa fréttir í óttanum. Þú getur síðan í kærleikanum líka, sé tækifæri Guðs. Til Guð er kærleikur. Það er til sérstakur ótti þegar kallum við Íslam og múslima. Þú heyrir að landið bara fyllast alveg af múslimi, já, það er alveg 500, sko. Ertu óttaslegin? Eða treystur í Guði og kærleika hans og mætti hans, veistu að hann er meiri heldur en allt annað? Var að heyra rétt á hann. Þetta var í OKS. Það sem að þeir buðu múslimum að koma, OKS í Noregi, Oslo, buðu múslimum að koma á samkomu til sín og til þess að leyfa að finna sig heima, þá settu þau teppi fyrir það aftast. Þeir sitja ekki á sætum á bænastundum eða kirkju, þeir liggja á hnjánum og það var sett fyrir þá aftast. Sumir hneykslust alveg ægilega, hvað er að gera eitthvað svona, hvað er að gera þetta fyrir þá? Já, við erum að ná til þeirra með fagnaðareindir. Ef þeir vilja frekar á gólfinu, þá mega er það. Við köllum þetta bara sóking, þá er allt í lagi vegna þess að það er ekki múslimarar. Heyrðu, þeir frelsuðust. Þeir frelsuðust. Þeir þurfa bara að koma eins og allt annað fólk inn í návist Guðs. Heyra af náð Guðs. En hvernig síum við hlutina? Í ótta eða kærleika? Sjáum við strax hönd Guðs í hlutum sem við heyrum við eða sjáum við hönd óvinnarins? Að nú gerist eitthvað slæmt og nú er hann alveg á fullu hérna, Pútín. Sjáu þið? Þetta er mjög algengt hjá okkur og ekki bara hjá trúðu fólki, bara í lífinu. Ótti er eitthvað sem heltekur fólk og fjötrar fólk. Og vitið þið hvað? Enginn, ef við getum kallað þetta boðorð, eða, já, boðorð, óttastu ekki. Ef Guð segir við þig, óttast ekki, Þorgerður. Þá ætlum ég að segja ykkur það er ekkert boðorð sem hann segir eins og oft eins og þetta í Biblíunni óttast ekki. Yfir 100 sinnum, 103 að ég man þetta rétt. Segir óttast ekki, hræðist ekki. Hann er alltaf að hvetja ykkur til að vera ekki hrædd. Það eru tvennum ástæðum. Við erum hrædd, annars var hann ekki ástæða til að segja ykkur það. En á hinn ástæðinu líka að hann vill að við sjáum að þegar við erum í óttanum, þegar einhver ræðst á okkur eða kemur á okkur sem veldur okkur ótta og kvíða, þá er tækifæri til að stíga yfir í náð Guðs sem að leysur okkur undan þessum fjötrum því að óttin fjötrar.
Ég ætla ekki að biðja ykkur rétt hönd, en ég ger ráð fyrir allir hér inni hafa einhvern óttast eitthvað. Og það lamandi. Það lamandi að vera hræddur. Óvinnumannsins reynir alltaf að lama okkur. Hann mun aldrei geta skilið þig frá Guði. Hann getur það ekki. En hann getur logið þig fullan að einhverjum ótta sem þú trúir og lama þig af ótta. Þetta er svo handlegurinn að þau mástu. Og ég veit ekki, þú ferir á axlalið, það er alltaf handlegurinn óstarfhæfur. Hann er þarna. Hann er á líkamannum, fer ekkert, en hann er lamaður. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt að við látum þetta ekki fjötra okkur og binda. Eru með mér? Ég er enn og aftur nokkuð viss að í þessum hópi höfum við öll fengið að reyna einhvað af þessum ótta. Óttin hvað er ótti? Já. Óttin er eiginlega svona trúa einhver sem þú heyrir. Þú getur heyrt það inn í kollinum á þér, þú getur heyrt það utan á þér, þú getur hugsað það einhvern veginn, þú getur heyrt einhvern segja það og ég hef sagt það sjálfur, en þú trúir því, jafnvel þó að sé lygi. Það getur verið satt, en jafnvel þó að sé lygi, þá trúir því. Og ef þú trúir lyginu, hvað gerur þá? Valdeflur og lygar hann. Og það er það sem við viljum ekki gera. Þú getur líka trúið því sem er satt og óttast það, sem dæmi. Þú verður til læknis, það er eitthvað búið að vera eitthvað að hrjá þig í líkamannum og þið hefur liðið eitthvað illa og þú verður til læknis og læknirinn kemur með eitthvað skýrslu, hann búin að gera alls konar rannsóknir og blóðrannsóknir og hann segir, já, elskan, þetta er ekki alveg gott, sko. Þetta er svona. Og þá getur þú síað þetta með kærleika eða ótta. Þú getur síað með ótta og segir, ég er að deyja. Ég er bara að deyja. Líf mitt mér aldrei, þú veist, ég er bara, nú er þetta búið. Og þú getur óttast það og ef þú leifir óttanum að gerjast í þér, þú þekkir þetta, þá étur þig innan. Það er hins vegar munur, sko, þetta er ekki það að reportið frá lækninum sé endilega lygi, getur verið alveg sannleikanum samkvæmt. En það er munur fyrir þig að vita, þú verður að vita, það er munur af því sem er satt og sannleikur. Það er ekki það, við erum ekki kristin hópur sem að stendur, ég stend bara í gegn þessu læknaskýrslu ykkur. Þú stendur ekkert í gegn læknaskýrslunni. Ég bara stend í gegn henni alveg, bara Jesú nafni, bara neita. Hún er þarna. Hins vegar það sem þú þarft að gera er að í stað fyrir að óttast hana þá stígur til hlið og segir, hvað er hið fullkomna verk Krists? Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvað er hann búinn að gera? Hann segir fyrir hans benjar er ég heilbrigður. Þess vegna ætla ég ekki að óttast þetta sem læknirinn fann. Ég ætla að treysta Guði og hans sannleika til að grípa inn í og gera umfram það sem hér er. Sjáu þið, þannig að þú bregst við því og síar þetta með kærleika Guðs, krafti hans og trausti á hann. Að varpa áhyggjum þínum á hann og treysta honum. Jesús sagði, hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Sko, það er gott að segja svona, þetta er mjög auðvelt. Já, Jesús, það er auðvelt að segja þetta, Jesús. Þú veist ekki hvað er að gangi í gegnum, kallinn minn. Það er bara, ég hef áhyggjur á morgundeginum. Ég hef ekki aur til að greiða reikningarna mína, ég hef með eitthvað í líkamanum, eitthvað æxli og það er alveg að fara með mig og ég hef með þetta og börnin mín og þarna og þetta, ég hef áhyggjur á morgundeginum. Takk þetta, hann segir ekki bera umhyggju fyrir morgundeginum, hann segir ekki hafa áhyggjur. Það þýðir ekki það að þú byrjar ekki umhyggju fyrir því hvernig þú borgar reikningarna en hvernig þú gerir hitt og hvernig þú gerir þetta. Það sem er munurinn er að þú stígur inn í kærleika Guðs og segir Guð, ég get þetta ekki einn, eins og Sibba var að segja hann. Ég ætla ekki rembast í rjúpan eins og staurinn að reyna að klára þetta því ég get það ekki. Ég ætla bara að gefast upp fyrir þér og þeim sannleika að þú hefur lofað því
að vera með mér alla ævidaga mína og hugsa mig frá A til Ö. Og þá erum við heldur ekki að tala þetta kæruleysi svo sumir kristnir bara, þú veist, ég ætla bara að dansa á þessum símareikningum í Jesú nafni og þá fara þeir. Nei, þeir fara ekkert. Ef þú notaðir síman fyrir 37.000 krónur, þá þarfst þú að borga 37.000 krónur. Það bara svoleiðis. Hann fer ekkert í Jesú nafni. Þú veist, við hlæjum að því þetta hjákallegt. En myndið ég veit kristna sem gerir þetta. Já, þess vegna hlæjum við að þetta svo satt. En það virkar ekki. Við erum ábyrg fyrir því sem við gerum. Ég notaði þetta svona, ég eyddi lífi minni svona, ég tók þessa ákvörðun og ég ber ábyrgð á henni. En ef ég ræði ekki við hana, þá þarf ég heldur ekki að óttast hana, ég get beðið Guð að hjálpa mér. Heimskuna í mér. Eru með? Sko, í Jesaja segir Guð, óttast ekki, þetta er ég sjálfur að tala við þig, að vektum vel tíð fyrir ykkur, svona setningu. Þú veist, ef það kemur ykkur sem þú þekkir ekkert, bara venjulegur maður eins og þú, og þú veist ekki hvort hann getur eitthvað, skilur eitthvað, kann eitthvað eða neitt og hann kemur ekki af áhyggjur, ég er hérna. Og hver er þú? Þegar Guð kemur og segir, hei, ekki af áhyggjur, ég sjálfur er hér. Já, nákvæmlega. Guð, skapari himins og jarðar, sem er ekkert megn, segir við þig, óttast ekki. Óttast ekki. Þá þurfum við síst af öllu að segja, wow, sko hefði einhver annar sagt þetta, þá hefði ég örugglega ekki óttast. En fyrst nei, það er hann sjálfur. Eins og segir ég að segja, þetta er alveg rosalega mikilvægt að muna eftir að hver gaf okkur loforðin. Og öll loforð Guðs koma með já og amen, segir Biblían. Já og amen. Með öðrum orðum, ef hann lofar, þá stendur hann við þau. Það er bara eitt sem getur hindrað okkur í að meðtaka þau strax og það er þessi ótti, kvíði sem að hrekur okkur frá. Og það er ekki vegna sem Guð vill ekki, það er vegna sem við kunnum ekki að meðtaka og bregðast við. Og það er ekki, takk eftir, þetta er mjög mikilvægt. Það er ekki vegna sem Guð er að koma á áfellast þig og skamma þig. Hann er ekki, þegar hann segir óttast ekki, þá er hann ekki að koma með fordæmingu. Hann er að minna þig á sannleikan. Hann er ekki að koma og segja, óttast ekki, þú er meiri vantrú á sögurinn. Farið ekkert frá mér, ekki neitt. Hann segir þetta aldrei. Hafið ekkert hann heyrt að segja svona? Hann er nákvæmlega svo við sungum á hann. Alltaf góður. Alltaf. Og hann þráir meira en nokkuð annað að gefa okkur. Það er eins og að vandamálið er eins og, þetta er alveg eins og þú með börnin þín. Þú þráir að gefa börnunum alltaf besta. En ef þau hlaupa út undan sér allan tíman og vilja ekki það sem gefur þeim, þá getur þú bara elt þau með það góða. Og það sungum við á hann. He's after me with his goodness. Stöðulega er hann alltaf að elta mig með kærleika sinn. Og hann er svo góður. Elsku vinur, hann er svo góður. Eitt er mjög vinsælt hjá kristnu fólki að því að Biblían talar andaótta. Það er mjög algengt að fólk segja, já, bara einhver andaótta, ég ræð bara ekki við þetta. Það segir eitt. Við þurfum enga hjálp við að óttast frá einhverjum anda. Og oftast nær er það alls ekki andi ótta. Það getur orðið að því ef við fóstrum það. Okkar eigin hugsanir eru fullfærar að skapa ótta innan með okkur. En vandamálið þitt og mitt er oft það að það eru við sem stýrum hugsunum okkar. Og þá kemur þetta innan með okkur. Já, en ég ræð bara ekki við þær. Kann að vera. Kann að vera. Og því að byrjum að hugsa þess. Hversu oft hefur þú ekki ráðið við hugsanir þínar?
Síðast þú óttaðist til dæmis. Þú hugleitir þetta sem herjaði á þér daginn út og daginn. Þú mistir svefn yfir þessu. Þú hugsaðir þetta allavega nóttina. Svo þú kannt alveg að hugsa og þú kannt líka að hugleiða. Þú hugleitir bara vitleysa hlut. Þú hugleiðir það sem veldur rótta. Þú hugleiðir það sem er að meiða þig og særa þig og velda þér kvíða. Þú liggur yfir því allan daginn. Er ég vondur við ykkur? Nei. Er þetta ekki nauðsynlegt? Já, takk. Sumum finnst óþægilegt að heyra svona. En þetta er absolutely, þetta er algjörlega staðreynd og sannleikur og nauðsynlegt fyrir líf okkar. Það er enginn sem stýrir hugsunum þínum nema þú. Enginn. Þú þarft að brjóta upp farveginn sem þeir eru í. Muni eftir orðinni ég talaði við einu sinni hugarfar. Eitt besta orð sem við eigum til í íslensku. Það er far í huganum á okkur. Hjólfar er það sem að bíllinn keyrir alltaf í. Hugarfar er það sem hugurinn okkar er alltaf. Það sýnir að við getum alveg hugsað. Það er bara spurningin hvað erum við að hugsa. Og Jesús sagði að gnagið hjartans mælir munnurinn. Það sem þú fyllir hjartað þetta af mun munnurinn að lokum mæla frá þér. Hlustaðu á hvað þú segir. Hlustaðu á hvað þú talar. Talar ást og kærleika Guðs. Talar hvað hann er góður og stórkostlegur. Talar hann elski þig eða talar eitthvað allt annað. Talar að hans er búin að vinna svari fyrir þig. Talar það að hann er búin að sigra. Talar að hans verk er fullkomið. Talar að þú ert réttlætur í Guði. Þú ert barnið hans, þú ert sköpun hans, hann elskar þig, þú ert augasteinninn hans. Minnur þú sjálfa þig á þetta? Þú getur hugleitt þetta allar nóttina með úr andvaka. Er þið með? Það sem þú setur fókusið inn á, þangað flæðir líka orkaðinn og lífskraftur, veistu það? Það sem þú fókusir á, dregur lífskraftinn og orku nákvæmlega þangað. Settu fókusið inn á það sem er rétt, sem er sannleikanum samkvæmt, sem er Kristur, sem er fallegt og göfuð. Því æðra er, segir Biblían, festu sjónunum þínu sem hærra er og æðra. Gerum það. Þá byrjum við að sjá þessi vandamál óttans byrja að brotna af okkur hér og þar. Brotna af okkur hér og þar. Og þá komum við, þetta var upprifjun frá predikunni þannig daginn. Já, vel. Og þá bara örfápunktar þá, það er þetta, fyrsta lagi, hvað ert að gera? Og ég var að fara yfir það. Hvernig við hugluðum, hvernig við förum yfir þetta aftur og aftur í lífinu. Og manstu, ég myndist á það á sín tíma líka með Jack Hayford. Hvað margir kannast við Jack Hayford? Hann er frægur predikari, ég held sér látið núna. Hann stofnaði, var leiðtogi Foursquare kirkjunnar í lengri tíma. Og hann spurði þessara spurningar einu sinni. Hvað myndirðu gera við vinið þinn sem lígur jafn oft að þér og óvinnurinn? Ef þú átt vin og hann gerir ekkert annan að ljúga þér daginn út og daginn, segja þér ósagt alltaf. Hversu lengi væri hann vinur og hversu lengi væri við samskiptum? Við þurfum að taka á lygarum föðurlíginar á sama máta. Ég er ekki gefinn fyrir það að fókusera á óvinnina nokkurn hátt. Hann er ekki mitt uppáhald, hann byggir mig ekki upp. Hann er sigraður. Ég óttast hann ekki. Hann er bara, það búið að leiða hann fram til háðungar. En við eigum ekki að vera, segir Páll apóstoli, óvís og ómeðvituð. Við skulum vera meðvituð vélráð hans, sem er lygi. Það er þessi rödd sem kemur inn og segir þér eitthvað annað heldur en sannleikan. Og þú byrjar að trúa. Þú byrjar að trúa
þessari rödd sem leiði þig síðan afvega og í vandræðu og vanlíðan. Við viljum ekki vera þar, því þú ert sigurvegari. Það er eitt sem er rosalega mikilvægt og mér langar að klára það. Munið eftir setningunum fullkomin elskar rekur burt óttann. Þetta ég er búin að undanfarn, kannski svona 2-3 ár, þá hefur gerjast innan með mig mjög mikið þessi spurning það hvort að við séum að Þetta byrjaði bara svona, svo ég útskýri fyrir ykkur. Þetta byrjaði bara þannig að það voru átök í gangi í lífinu, það voru átök og mér fannst Guð segja bara elskaðu. Ok? En ekki, við skilum þetta nefnilega alltaf hinsinn. Fullkomin elskar rekur burt allan ótta. Ef ég í ótta á einhverjum átökum, þá þarf ég bara Guð að halda og hans fullkomin elskar kemur og hann rekur burt óttan. Ok, það er hlutaði kannski. Þannig að ég þarf bara að koma nógu oft fram til fyrirbæna. Ég þarf bara að falla nógu oft í gólfið. Ég þarf að láta hann biðja nógu oft fyrir mér og bara fá meðtaka kærleika Guðs og þá bara víkur óttin frá í lífi mínu. En það var ekki það sem Guð var að segja við mig þegar ég var að ganga í gegnum þetta. Hann sagði við mig, elska þú, elskaðu. Ok, þá fór ég að lesa. Ég vil lesa það. Jóhannes. Fyrra Jóhannesar, fyrsta Jóhannesarbréf. Þið þekkið þetta. Þetta er algjörlega stórkostlegt. Sjá, 4. kafli. Hlustum á þetta til enda. Þetta er alveg rosalega mikilvægt, elsku vinir. Vers 17-20. Það er svona. Með því er kærleikurinn orðinn fullkominn hjá okkur, að við höfum djörfung á degi dómsins, því að við erum í þessum heimi eins og hann er. Og munið þessu, við erum í þessum heimi eins og hann er. Láttu þessa setningu koma inn í hjartað þitt. Þú ert hér eins og hann er í þessum heimi. Hann á að lifa í gegnum okkur. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttann. Því að óttinn felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Ótti er ekki í elskunni, þannig ef ég væri í elsku Guðs, þá myndi ég ekki þurfa að óttast. Ef að elska Guðs myndi fylla mig, þá myndi það reka burt. Með öðrum orðum, ég hef greinilega ekki upplifað fullkomin elsku Guðs, vegna þess að ég er oft óttaslegin. Okay, þetta er rökrétt hugsun ef að þetta er bara þannig að þú þurfir bara að fá kærleika Guðs inn í þig og svo búið. En hvað segir hann meir? Hvað segir hann meir? Svo segir hann, það leist aftur, ótt er ekki í elskunni, fullkomin elskar rekur burt óttann. Við elskum því hann elskað okkur af fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata bróður sinn, sá er lygari, því að sá sem ekki elska bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elska Guð á einnig elska bróður sinn. Með öðrum orðum, fullkomin elska er hringrás. Það er Guðs elska til þín að fyrrabragði, þín elska til bróður og systur, til nágrannans, til samferðamanna þinna hér á jarðríki. Það er fullkomin elska. Þannig að það er ekki nóg að meðtaka kærleika Guðs, þú verður að láta hann flæða og gefa af þér ást og kærleika til annara. Ef þú ekki gerir það, segir Biblían, þá hefur þú aldrei fengið að reyna hitt. Þá ert að ljúga. Það er aldrei stertur orðatekið. En þá er sáinn sami lygari. Það er að segja, hann er að bulla, hann veit ekki hvernig að tala um. Hann segir, já, ég elska Guð, hann elskar mig, ég er búin að upplifa. Ok, og elskar aðra. Nei, ég má ekki vera því. Bara vera í elsku Guðs og koma hann og halleluja. Og meðtaka elsku Guðs, alveg sí og heilagt. Fara svo út og elska engan.
þá rífur þú hinn fullkomna hringrás kærleikans og fullkomin kærleikur dvelur ekki í þér. Guð er fullkomin, en hans fullkomni kærleikur birtist í að hann gefur hann frá sér. Og þess vegna þarf það flæði gegnum þig og þegar það hinn fullkomni kærleikur og fullkomin kærleikur á þann hátt rekur burt óttan. Þegar þetta er staðreynd í lífinu, sannaðu til, þá sérðu það að óttinn fer að víkja frá. Því að það er ekkert pláss fyrir ótta þar sem kærleikurinn flæðir. Þú átt ekki að vera eins og dauðahafið sem tekur á móti kærleikanum og lætur aldrei neitt streyma úr sér. Þú ert lífsstreymi kærleika Guðs út til bræðra og systra, út til annara og þá víkur óttinn frá þér. Amen. Svo rétt. Látum þetta sökvinn. Tími sjálfsala kristindóms er liðinn. Þessi Guð er sjálfsali. Ást, friður, gleði. Guð er ekki sjálfsali. Guð er kærleikur og hann fyllir þig af sér og ef hann gerir það þá flæðir það frá þér. Það er fullkomin kærleikur. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir náð þín og miskun, fyrir kærleika þinn og hversu góður og stórkostlegu Guð þú ert. Og alltaf góður, bara góður. Og þessi fullkomni kærleiku þinn sem við erum að lesa og læra Drottinn minn, sýndu okkur enn betur, talaðu til okkur, láttu það gerjast inn okkur og festa rætur. Að þessi kærleikur þinn í okkar lífi þarf að flæða fram til annara. Hann þarf að flæða fram, annars rjúfum við hann og hann er ekki fullkominn. Svo skiljum við ekkert í Drottinn minn okkur ótti og angist kemst að. En í kærleika þínum, þá kemst hann ekki að ef hann flæðir. Svo við biðjum fyrir hverjum einum hérna inni, Drottinn. Hverjum einum. Að ná þín og miskun. Megi vaka yfir, snerta og umbylta hverri sál, hverri heimili í Jesú nafni. Drottinn minn, að kærleiku þín mætti flæða í okkur og í gegnum okkur til annara. Að við mættum sýna það að við elskum ekki af því að við erum svo klára og góð, heldur af því að þú elskaður okkur að fyrrabragði. Þú elskar okkur að fyrrabragði, Drottinn. Takk, Jesús. Jesús minn. Það er einhver hér inni sem er óttaslegin út af heilsunni. Mér langar að segja við þig. Heilsan þín kann að vera hún sé ekki góð. En óttast ekki. Því að sannleikurinn er að Kristur hefur sett þig frjálsan. Sannleikurinn er að hans verk er fullkomið. Sannleikurinn er að þú getur varpað öllum áhyggjum þínum á hann. Sannleikurinn er að þú getur tekið á þig hans ok og hans byrði sem er létt og hann tekur þína sjúkdóma og þína byrði á sig. Leiður hann að fylla þig af kærleika sínum, láttu því að kærleika hans flæða í gegnum þig. Findu þér aðila til að þjóna og aðstoða og hjálpa. Elskaðu, veldu að fyrrabragði að láta kærleikan streyma frá þér. Láttu það flæða fram og findu hvernig kraftur Guðs leysist innra með þér. Takk, Jesús.
Takk, Jesús. Ég sé ennishólur og nefgung og ennishólur sem hafa verið stíplu og valda vandræðum, þau opnast núna. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Takk, Jesús. Og við lokum þessu magasári í Jesú nafni. Heilbrigt og læknað fyrir nafni Jesú Krists og kraft heilags anda. Amen. Takk, Jesús. Við ætlum að bjóða fólki fram til fyrirbæna fyrir það sem vilja koma. Treysta Guði til að mæta ykkur. Ef þú vilt gefa lífið þitt Kristi, ef þú þekkir hann ekki jafnvel. Þið finnst þetta athyglisvert og áhugavert en þú veist ekki alveg hvað við erum að tala um. Komdu þá ef þú vilt. Við skulum biðja með þér og standa með þér. Ef er eitthvað fyrirbænarefni, ef er einhver lækning sem þú þarfnast, eða fyrir fjölskylduna, hverju sem er, sama hvað bænarefnið er. Þá bjóður hún að koma einna fram og það er fólk hér sem er tilbúið að standa með þér og biðja með þér.